Kæru vinir, velkomin að Rás mína. Ég Ragnar Viktor og ég ætla að lesa upp úr einum á bókum mínum, Viska til frelsis. Kaflinn samskipti við aðra. Oft á tíðum lítum við á okkur sem fórnarlömb aðstæðna í erfiðum og krefjandi heimi og tilveru. Fólkið og umhverfið getur verið ósanngjarnt í okkar garð og okkur líður eins og það sé sífellt verið að brjóta á okkur með einum eða öðrum hætti. Heimurinn og tilveran eru afar krefjandi umhverfi fyrir kærleiksríka sál að vera í. En það einmitt áskorunin og skólinn sem hún hefur valið sér að takast á við. Áreiti koma úr öllum áttum sem raskar ró okkar í sífellu. Það geta komið upp átök innan okkar nánustu fjölskyldu, á milli vina og kunningja, milli vinnufélaga og við stofnanir og hið opinbera. Átökin geta verið af ýmsum toga og verið miskrefjandi. Erfiðast þó að takast á við átök innan fjölskyldunar því þau geta leitt til fjölskylduslita sem geta varað í langan tíma. Erfitt að vera án sinna nánustu fjölskyldu og ekki síst þegar erfiðleikar steðja að og við þurfum á kærleika og stuðningi að halda. Samheldin fjölskylda sterk eining í samfélaginu og því mikilvægt að rækta sambandi við sína nánustu fjölskyldu. Mikilvægt að halda ró sinni og jafnvægi komi upp ágreiningur og ósættir, hvort sem það innan fjölskyldunar, í vinnunni eða við annað fólk sem við mætum á lífsleiðinni. Slæm orð, sögð í ógáti í hita leiksins, geta sært hjarta þess sem talað til og eru oft ekki aftur tekin. Lífinu má líkja við skóla þar sem stór hluti kennslunar eru samskipti við aðra með einum eða öðrum hætti og markmið að læra að halda ró sinni og jafnvægi við ólíkar aðstæður á ólíkum tímum. Það getur verið hægara sagt en gert að halda jafnvægi í hita leiksins þar sem auðvelt að fara af sporinu. Sálnaldur og persónuleiki skipta þar máli sem ólíkt frá manni til manns og verkefnin misjöfn sem hver og ein sál þarf að vinna með í sínu lífi. Þess vegna kemur fólk misjafnlega fram hvert við annað. Sumir eru ágengir og frekir og eru ósanngjarnir í hegðun sinni og framkomu. Því mikilvægt að sýna öðrum umburðarlyndi og vera maður sjálfur í öllum samskiptum og standa á sínu og láta ekki aðra ráðskast með sig og hafa áhrif á líðan sína. Nei nei og já já. Þetta gert í ró og jafnvægi og með því að standa styrkur í hverri raun. Eitt af markmiðum lífsins að ná tökum á samskiptum við aðra sem afar ólík og miskrefjandi. Að ná fullum tökum á þessu getur tekið sálina mörg líf. Í hvert sinn sem við segjum særandi orð og meiðandi sökum í ójafnvægis, þá erum við að búa til karma og skuldbindingar sem við þurfum síðar að standa skil á. Sá sem hefur lært að nálgast aðra af kærleika í ró og jafnvægi myndar engar skuldbindingar. Skuldlaus maður frjáls. Að nálgast aðra af kærleika en standa samt fast á sínu æðsta markmið að ná í samskiptum við aðra. Samskipti þín við flesta fjölmiðla eru í eina átt. Þú tekur við og færð upplýsingar frá þeim af ýmsum toga án þess þó að geta svarað. Þetta geta verið fréttir, kvikmyndir, fræðsluþættir, auglýsingar og menningarþættir, svo fátt eitt sé nefnt. Margir móta lífskoðunni sínar út frá því sem þeir heyra og sjá í fjölmiðlum. Það geta verið þættir með boðskap hvað sé eðlilegt líf. Því má spyrja sig hverjar eru lífskoðu þínar ef þú hefur aldrei séð neitt né heyrt frá fjölmiðli. Upplýsingaflæðið og hvað þú sérð og heyrir stýrt af fólki sem vill hafa áhrif og móta skoðanir þínar og stjórna neyslumynstri þínu. Þarna oft á ferðinni blekkingar, ofbeldi og ranghugmyndir sem hafa miður jákvæð áhrif á líðan þína og skoðanir.
Varast skaltu að láta fjölmiðlana hafa áhrif á skoðanir þínar og lífsýn og markmið. Trúðu og treysta á eigið innsæi, því þar er hinn eini sanni sannleikur. Lærðu að lifa frjáls fyrir skoðunum og gjörðum annara, hvort sem á í hlut, fólk eða fjölmiðlar. Láttu þetta ekki hafa áhrif á líðan þína og líf.